Góðan daginn og velkomin í hluthafaspjallið. Sigurður Már Jónsson heiti ég og við sitjum hér félagarnir. Jón G. Hauksson félagi minn er mættur með mikið af gröfum og upplýsingum. Jón, hvað við höfum verið svona aðeins að gæla við að fá jólabónus í Kauphöllinni. Við höfum svona verið að bakka frá því að fá hausthækkun yfir í desemberhækkun. Já, við erum alltaf, Nú erum við bara farnir að vætta þess að fá smá jólabónus. Já, þetta heitir bara að vera desperate. Það er. Já, en maður sér nú, það eru hækkanir. Það voru hækkanir og það eru sum félög sem eru sannarlega á jákvæðu nótum. Já, það er sem sagt, úrvalsvísitalinn er núna 2770 morgun, er aðeins að mjækast upp, við kannski setjum grafið á skjáinn. Og horfum á það hérna. En það er, það er bara þannig að þú segir jólabónus, það er svolítið skemmtilegt. Þetta er aðeins að byggast. Já, þetta er aðeins að mjækast upp, en sá sem áður er þetta 4% lækkun innan ársins og 1% frá því fyrra. Já, við þarf aðeins að taka við sér, ég veit ekki hvað við getum vænst svona, en já. Það er þetta nokkuð félög sem eru náttúrulega vegar svo þungt, það er svo JBT og JBT Marel það er þess að draga þetta upp. Já, það er að draga vagnir núna. Og bankarnir og svo náttúrulega er Alvotech, það er líka sko. Já, við þurfum að taka smá umræðu fljótlega JBT Marel og það hefur verið að koma greininga, við vitnuðum nýlega í góða greiningu hjá EFS-reitun Marel og ellendar og þeir eru náttúrulega með ellendagreininga líka sem hafa verið að hýttuferðinu og eins og við vorum að ræðu þetta er félag sem á held ég svolítið inni og sýnir vonandi íslenska markaðinum hvernig gott rekstrafélag fungerar. Þú sagðir einhvern tímann hérna að Kanin kynna reka fyrirtæki, það er svo sem ég hef trú á því, þú bara sagðir það hreinlega og það er gott mannst það. Ég er svo fíllinn, ég er svolítið minnuður, það er bara þannig. Ég stend við það ennþá. Já, þú stendur ennþá við það, en það sem þú varst að nefna nokkuð fyrirtæki, við erum búin að nefna Alvotech en bankarnir auðvitað, það er Íslandsbanki, hann er í 142. Og gífurlegar hækkanir þar. Já, Íslandsbanki það er búið að vera hækkanir undanfarið. Ríkið við svo frá því daginn að ríkið hefði hugsanlega mist þarna 25 milljörðum sko, eða vanmetið. Við skulum ekki fara inn í umræðina. Við orðum þetta þannig að þetta hefði farið á misvið og þess áttar, en það er alveg hægt að þú getur þrástagast alveg með það. Ég er jákvæðari á söluna vegna þess að og við skulum ekki stoppa þar vegna þess að það eru spennandi hlutir að gerast þannig inni, félagi er að hækka og Íslandsbanki og átti talsvert inni samkvæmt greiningum og svo er náttúrulega þessa viðræður sameiningu við Skagan sem hafa verið í gangi og nú gerist það að hluthafar innan bankans þar fer fyrir Heiðar Guðjónsson. Er það Heiðar þá Guðjónsson sem er að óska eftir hluthafafundinum sem að þessi styrhrifstaðnum núverandi stjórnarformaður Linda Jónsdóttir sem var áður fjármálastjóri hjá Marel reyndar og er að fara til Alvotech sem fjármálastjóri þar ætlar að hætta en þessi barátta við bara segjum frá því að baráttan innan Íslandsbanka er væntanlega að Heiðar er að leiða einhvern flokkmanna sem vill hennan hluthafafund en við sjáum það að það er sameiningaviðræður við Skagan sem þú nefndir áðan og þá vaknar spurningin, eru mennfarnir eitthvað að rífast skipti hlutvallin, er verið að verðmeta Skagan of hátt inn í þessum sameiningarviðræðum. Það er alla athyglisvert á meðan að Íslandsbanki fer upp í 142 í kringum þessar sameiningaviðræður að þá fer hitt fyrirtæki sem er að koma inn í grúppuna, sameininguna, Skaginn, fer niður 13%. Og þetta er bara mjög athyglisvert. Já, það voru viðbrögð við því að það var óska eftir hluthafafundi að meiri óvissa birtist allt í einu að af sameiningunni yrði. Þá voru þessi viðbrögð að Skaginn lækkaði verulega eða 13%. Já, 10-13% og er að sveifla. Það eru viðbrögð með þessu vegna þess að Heiðar, eins og ég skil það, hann leiðir þarna hluthafahóp sem er ekki sáttur við verðið. Hann ætlar að koma hérna til okkur eftir áramótin. Já, og mér skilst að menn eins og Ársæll Valfells sem á þarna fer fyrir... Ársæll Valfells er besti vinur Heiðars. Já, hann er með... Þeir vildu skipta mannstu eftir hvað þegar við vorum með greinina það hérna fyrir 15 árum eða eftir hrun.
það verður hægt að skiptum nánast gjaldmiðla. Þeir töluðu $1. Já, þeir eru frjóir menn og mjög flinkir og orkusemir. Þeir vinna saman í þessu. En eitt af því sem að gagnrýnir beinist að til dæmis, Jón Ásgeir þannig auðvitað Skagamegin og Mörrufisk Bjarni Ármannsson það. Já, og Mörrufisk til dæmis að verðmæti Skagar sé ansi mikið ofmetið í þessu. Já, þá erum við að tala skipt, það verður að rífast. Já, og horfa til dæmis á það, þar aðaleignin auðvitað vís, Skagamegin. Já. Og hitt, og maður segja kannski, hitt kannski svolítið tilfallandi. Það eigna umsjón og eigna stýring sem kannski í þessu smærri félögu sem fylgja þarna, sem kannski ekkit ofsalega mikil virði í svona stóra samhenginu. Og þar auki hefur heyrt gagnrýni það að vís hefur verið í talsverðu markasókn, núna undanfarið, verið að stækka efnahagsreikningi sinn og sótt fram og það er alltaf svolítið erfitt á tryggingamarkaði að sækja fram, hvernig gerur það? Það að gera það þá á verði og 80% af því sem að rekstur tryggingafélags, það greiðsla út á tjóni. Og þannig að rekstrakostnaðurinn kannski 17-18%, þannig að þetta ekki mikið sveigrum. Það kannski að segja mér það, ég sem hefur verið hjá Vís frá því ég var 17 ára, eða 18 ára, keypti mér fyrsta bíl, það hér samvinnutryggingar þá reyndar. Já, við getum alveg Erum við að tala það, Sigurður, að það getur verið verðlækkanir í gangi? Það mér sagt að það sé verið, svo við opnum okkur, þá ég sjóamaður og þetta svolítið merkilegt. Ég svo íhaldsamur, ég bara held mér. Já, en það stundið sótt og það auðvitað sótt á yngra fólk sem að koma inn og vegna þess að rétt eins og með bankaþjónustu, þá fólk dálítið fastheldið þegar það komið inn, Það sagt, það þýskt máltæki sem varðandi þetta sem þú ert að segja með fastheldnina, að það var þýskt máltæki Þjóðverjar, það nú reyndar allt í upplýst þar núna, þannig lagað í þýska hagkerfinu, en það var svo stabílt í gamla daga að menn sögðu að þú skiptir fyrr konu heldur banka. Það var sett. Já, það var í þýska. En það ábyggilega svolítið til í því og það kannski sumuleyti við tryggingafélag líka. Við höfum heyrt að, ég meina ég fekk tilboð ekki fyrir löngu síðan frá öðru tryggingafélagi sem þannig að það verið að sækja ákúna og það tengdist í bankin sem að nú verið að böndla saman banka og tryggingafélag og forstjóri Sjóvá kom nú og sagði að Sjóvá væri svona standalone félag og væri alltaf útskýra akkur þeir væru standalone. Já, það sagði það, Hermann Björnsson. Já. En hvað það? Það allavega þarna, við höfum eftir að sjá hvað út úr þessu kemur. Mér finnst þetta athyglisvert þegar ég fór að kíkta þess á hluthafahóp Íslandsbanka að lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins þar stæðst í hluthafinn, þannig að ríkið selur eigi lífeyrissjóði, og lífeyrissjóður eru náttúrulega gríðarlega stórir í 40% af öllum eignum í kaupöllinu. Já, og þeir eru gríðarlega stórir í hluthafahópi bankana Íslandsbanka sérstaklega, þannig að þeir fóru kíkti á það en ef ekki halda þess áfram. Bara þannig að það Arion banki, það nefnilega málið það að Íslandsbanki hefur hækkað 20% á árinu og það sem kannski líka í þessu Arion banki hefur hækkað tæp 30 hefur farið upp á einu ári. Ég ekki að tala það náttúrulega árið að klárast núna 12. desember í dag, en ég verðum að tala það að frá því 12. desember í fyrra og til 12. desember í dag, eða núna þess ári, þá hefur Arion farið upp 30%, að meðan á Íslandsbanki hefur farið upp 22%, þó að sé komin í hæstu hæði núna með 142 upp í 142 krónur. En það sem bara í gangi og þar eru viðræðurnar við Kvik og þannig að við sjáum það að við erum að segja frá því núna að hlutabréfavísitalan hefur verið nokkuð flöt á þessu ári, aðeins verið að mjakast upp á undanförnu, að við erum með 2 banka, Íslandsbanka og Arion banka, sem að hafa hins vegar farið, það er grafið hjá þeim og lítur öðruvís út, með þeirra flatt með úrvalsvísitalan í heilsinni, Alvotek eru haft þar mikil áhrif
að þá það upp sem sagt hjá báðum bönkunum. Já. Heiðrún Allara Jónsdóttir sem framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í fjármálafyrirtækja, hún að koma hinga til okkar eftir og hún með fullt, við erum að tala grafík hér, en hún með alveg dópíu af skemmtilegum ef við náum að koma því öllu fyrir. Heyrðu, en aðeins mér langar að bara, það fyrst við erum að tala sko verða og hlutabréfamörkum, það bara þetta hefðbundna að við erum búin að ræða það í þætti eftir þætti, að það það hvort að hlutabréfaverð sem í hæstu hæðum í Bandaríkjunum og menn hafa verið að spá því þar vegna þess að raunvextir hafa verið að lækka þar eða stýrivextir og sem og menn alveg að meta þessa gervigreind en þar jafnvel spá því að vísitalunum 500 stærstu fyrirtækin í Bandaríkjunum að hún fær upp í 8.000 og nú Dow Jones sem eru cirka 30 held ég bara fyrirtæki í þeirri vísitölu að hún sem sagt komin og hefur verið að lóna í kringum 48.000, þetta allt í hæstu hæðum. Gylfi Magnússon kom þarna nú inn í... Við vorum að fá vaxtalækkun Bandaríkjumenn. Já, ég að segja það, stýrivaxtalækkun. Það 0,25%. Já. Þannig að það eitt og sér náttúrulega önnur vaxtalækkunin í röð. Já. En bara svo að það sé á hreinu að við höfum verið að tala þetta hvort þetta sé of hátt metið og Gylfi Magnússon, hann kemur nú bara inn í prófessor í Háskóla Íslands, sérfræðingur í fjármálum, hann allt í hennu bara ofmetur, segir bara verðið út í Bandaríkjunum séð sem sagt miðað við arðsemi og fleira, séð orðið tvöfalt og hátt. Það hefur alltaf verið talað um Wall Street, við erum að tala um Vaffhál-hlutfall sem þá verðmæti fyrirtækis í stilt með hagnaði og ef að það hefur verið lónað eða verið í kringum 20-25 hjá mörgum af þessum stærstu fyrirtækjum. Það sem sagt verðmatið sem hefur verið. Hér til dæmis á Íslandi ertu með fleiri fyrirtæki þar sem verðmatið 10. Verðmæti upp á 25 þýðir það að það tekur 25 ár fyrir hagnaðin að borga fyrirtækið upp. Á Íslandi Vaffhá upp á 10 merkir það að það tekur 10 ár fyrir hagnað fyrirtækinsins að borga fyrirtækið upp. Þannig að Vaffhá hlutfall upp á 10, það miklu sterkara heldur en Vaffhá hlutfall upp á 25. Já, ég sko að bandaríski markaður sé verulega yfirverlaður eins og Gylfi var að segja í þessu. Evrópa líka hæstu hæðum. Evrópa líka hæstu hæðum. Já. Og það víða vætingar sko Bandaríkin, jú, það koma leiðréttingar og annað, en þeir eru í þessu ferli núna, vaxtalækkunarferli, það bjartsýni meðal fjárfesti í Bandaríkinum. Ég gerir ráð fyrir að enn sem áður Bandaríkin að soga mikið til sín af fjárfestingafé. Það mjög margir á Íslandi sem fjárfesta á bandarísku hlutabréfamarkaði. Já, og þá náttúrulega skulum við hafa það vegna sem við erum þá að tala líka fyrir þeirra hönd þegar við erum með hluthafan hérna. Að þá náttúrulega ef að menn eru að fara að fjárfesta í Bandaríkjunum núna þegar hann sá markaður í hæstu hæðum ef að menn eru alltaf farin að spá því að hann eftir að lækka verulega. Og þetta líka kemur inn á lífeyrissjóðuna en lífeyrissjóðunir í Íslandi eru uppspretta fjármagns á Íslandi að þeir eru náttúrulega líka að fjárfesta til dæmis á hlutabréfamörkuðum allra erlendis og skuldabrjöfum en þá náttúrulega ekkert auðvelt fyrir lífeyrissjóðuna að stökkva núna að meðan að markaðarnir erlendir í hæstu hæðum. Þeir hafa dregið úr fjárfestingum erlendis og það er nú kannski önnur umræða, Jón, en ég tel að lífeyrissjóður hafi mikið tækifæri til þess að fjárfesta hér á Íslandi í ýmsum innviðaverkefnum ef bara stjórnvöld geta fundið sko réttu formúlarnir til þess að skapa forsendu fyrir því. Og það er talað um að setja á stofn hérna innviðafélag núna til fjárfestinga í slíku verkefnum og vonandi menn finni sko leið til þess. Lífeyrissjóðnir hugsa bara um það og eiga að mínum að hugsa bara um það að ná sem mest og bestri fjárfestingu vegna þess að trygga fjárfestingu. En þeir geta kannski fengi bara ágæta ávöxtun hér heima á Íslandi í gegnum vegagerðina. Já. Það held ég að þeir munu vera mjög þeir fara ég óttast það að lífeyrissjóður fari ekki að fjármagna sko brúarsmíðar eða vegagerð. Það að búa til réttu forsenduna til þess að gera og þá ég að segja ef ríki til dæmis tryggir einhverja tiltekna lámars ávöxtun inn í slík verkefni. Við sáum að Hvalfjarðargöngin reyndist mjög arðsöm í því módeli sem var beitt þar fyrir fjárfestana. Svo arðsöm
að það var oft reynt að kaupa það út úr samningunum en þeir vildu aldrei gera og það voru erlendi lífeyrissjóðir. Það voru erlendi lífeyrissjóðir sem voru í því verkefni. Það var oft komið til tals og þá kom til tals hérna fyrir hrunið 2008 að þá voru ymsir farnir að skoða það hvort þeir ætti að koma inn í þetta, þá voru fjármálafyrirtæki. Ég segi bara að þetta snýst að finna rétta mótili, hvernig ákveða ávöxtunina og hvernig það er greitt fyrir það. Þá fara vegagjöld hér, sem stendur til. Það verður ekki gert svo neitt hérna viti. Ríki hefur aðkomið að þessu, eins og það hefur verið lýst og þá ákveðu það, getur það hluta til að ákveði tryggt einhvert lágmarks ávöxtun til lífeyrissjóðana inn í verkefni og þá er ríkissjóður að fara þessa leið til þess að flýta innviða fjárfestingu með það að marki og með þeir rökum að fjárfestingin ein og sér skili einhverju tilteknum þjóðhagslegum ábata. Sundabrautaverkefnið eitt og sér er borleggjandi verkefni fyrir slíkt. Það er líka á Suðvesturhorninu. Við erum að tala um göng, til dæmis svo Austfjörðum, Fjarðarheiðargöngin. Sundabrautaverkefni er bara svo þungt í fjármál. Það er líka þungt þarna, menn er að horfa þarna og vera að rífast einhver göng á Austurlandi. Hér ætti náttúrulega umræðin fyrst og fremst að snúast það, hversu mikið 100 milljónir á hvern íbúa á Seyðisfirði kosta göngin. Og ég segi nú bara eins og ég ferðast mikið Ísland. Það eru Austfirðir státa þarna mörgum fallegum göngum, bæði við Fáskrúðsfjörð eða ekki mörgum þarna og líka við sem sagt hérna Norðfjarðargöngin sem eru stórglæsileg en auðvitað þurfum við líka núna að fara að ræða það hvernig ætlum við að hafa samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Það er eins og að höfuðborgarsvæði, það er bara alltaf að tala um einhverja borgarlínu, betri samgöngur, en hún náttúrulega alveg gjörsamlega vonlaus þessi borgarlína, hún er bara fjárfrek, en hún mun Íslendingar vilja fyrst og næst ferðast á einkabílnum. Einkabílinn er úlpa Íslendingsins, sagði Ólafur Egilsson, leikritahöfundur, úlpa Íslendingsins og þú eru bara að hafa það þannig að við viljum vera á bíl, það er ekki með 4% á höfuðborgarsvæðinu sem taka strætó og það er helst á gamla og þeir sem taka strætó það er kannski ef þeir eru að fara á happy hour á daginn. Hafið þið það? Já, hafið þið það. Hérna, við erum búin að hlaupa dálítið yfir hérna. Við erum náttúrulega búin að tala um Skagan, Íslandsbanka og Arjón. Mér var svolítið bara, það er kannski tilefnið sérstaklega umræðu að fara að ræða til dæmis, maður sér það 2 félög þjást í Kauphöllinu núna, Eimskipafélagið og Icelandair. Hluthafar 2 félaga þjást í Kauphöllinu núna og það er hluthafar þessara félaga og ég held að það sé þessi kolefnisskattar sem að fólk er að átta sig á að þessi félög þurfa að greiða og að sem að nánast höggva að viðskiptamódeli þessara félaga og ég held að maður verður bara að fara að fá botn í það hvort að hvernig framtíð þessara félaga á að vera í þessu kerfi sem að hérna er búið að Íslensk stjórnvöld hafa dregið þau inn í að því verið án hérna nokkra fyrirhyggju eða án þess að gæta samningsstöðu Íslands þegar koma þessu kolefnisgöttum í miður, það er bara þannig. Mín skoðun er þessi að ef þú horfir á hérna þessa kolefnis, það er alveg klart mál, ég tek undir það með þér að Icelandair er farið að borga nokkra milljarða. Þetta jest náttúrulega Eimskipafélagið líka og forstjórar beggja þessara fyrirtækja þeir hafa sagt og gefið í skyn að þetta er náttúrulega verulega íþyngjandi. Ef við horfum á þetta bara í heilsinni, bíllinn mengar kannski í kringum 5% af CO2 og skip eru auðvitað eitthvað að menga og flugið og svo náttúrulega er jörðin sjálf, þar eru auðvitað mest mengunarvaldurinn. Varðandi þetta sem að þessi skipafélög hafa Íslendingar ekki haldið rétt á spöðunum gagnart erlendum aðilum varðandi í samningum vegna þess að það er líka svoköllu gullhúðun á Íslandi. Það sé að þú ert að bæta í þegar þú kemur að því að taka inn reglur Evrópusambandsins sem heitir ef þú smyrða á reglurnar og gerir þær enn strangari þá heitir það gullhúðun gagnvart fólk. Já, þetta virkar nú eins og blýhúðun gagnvart þessu félögu. Já, það er eins og þessi að fá góðan bakpoka fullan af gróti og blýi. Málið er eins og að það er svolítið erfitt að meta þetta og það hefur verið rífist um það þegar að flugvél flýgur frá Íslandi yfir til London eða Evrópu. Hvar á að setja hvernig á að rekna þetta út?
á að deila með tveimur þegar hún yfir hafsvæðinu hérna yfir Norður Atlantshafi. Þannig að umræðan snýst svolítið það og ég held að við séum að bera allt á þunga byrði miða við það að það sé, hvernig þessi deilt niður á einstök lönd. Ég bara fullir það. Auk þess eru við Ísland grænasta land í heimi og það furðulegt að við skulum vera löngu búin að vera fremst í flokki með sem sagt svona í þessum loftslagsmálum. Kínverjar bara þetta er sko, við erum brot Frosti hérna, Sigurjós var nú að benda á þetta, meðal annars hérna hjá Frosta Lógarsson í þætti nýlega, mjög góðu þáttur. Já, það er mjög athyglisvert. Vandinn er hvernig á að skipta niður þessu þegar að skip siglir á milli landa eða flugvél flýgur á milli landa. Við höfum enga valkosti aðra en skip og flug. Að sjálfsögðu ekki. Og meðan Evrópa hefur lestasamgöngur sem að er greinilega ykkur hluti af þessu stefnumótun sem var sett á stað á sínum tíma. Þess vegna segi ég, niðurstaðan að þessu er að það heggur að viðskiptamótinu þessara tveggja félaga sem er í Kauphöllinni og það er alvarlegt fyrir hluthafa þessara félaga. Og það er líka verið talað um það að einhverju hluthafinni brjálaður. Já, sko, málið er það er líka talað sko, einhvers staðar heyrði ég það að menn hafa gagnrýnt, að sjálfsagt stjórnmálamenn hafa gagnrýnt stjórnvöld, ekki bara þessi núverandi ríkisstjórn, heldur fyrrverandi ríkisstjórn var náttúrulega með vinstri græna skaðræði, það reyndist vinstri græna reyndist vera skaðræði í þeirri stjórn, en þar gekk allt út á að vera grænn og setja á álögur varðandi loftslagsmálin og allt þetta og þá segja menn að stjórnvöld hafi bara ekki staðið nægilegan vörð að gæta hagsmuna eimskips, samskips og Æslandir. Já, við getum nefnt þessi nefnin. Í mínum huga snýst þetta bara samgöngur til og frá landinu, óháð því hvað fyrirtækin heita. Já, en ef að það er náttúrulega stórmál ef að þessi fyrirtæki eru sligast undan nýjum þunga. Það er niðurstaðan að þessu. Þannig að einhvers staðar hefur hagsmunagæsla farið fyrir bí. Erum við ekki að vera búin að hlaupa ágætlega yfir? Jú, það er kannski eitt svona bara fyrir fólk sem hefur verið að lesa þessa fréttir, það við ykkur aðtekli sko að Birgir Bíldvett sem ég hef nú nokkru sinnum hitta, eða tekið við, fyrra árin tók ég við til hann, að hann var að selja sig út úr Dominos núna í þriðjarskiptið. Já, sko, hann er Dominos kongur á Norðurlöndunum. Hann har selt 3 pizzur. Já, hann er búin að selja Dominos í 3 skipti. Já, og alltaf kemur hann inn aftur og græður og öllu saman. Hann verðist þá koma inn aftur eða beðnum að koma inn aftur og hann liftir þessu upp og hérna. Já. Nú er það Eyjafjölskyldan og Kata í Lýsis. Já, Eyjafjölskyldan fór náttúrulega Guðbjörg Matthíasdóttir. Það er oft talað að hún er persónugerð fyrir þessu. Þegar þú talar Eyjafjölskylduna. Það er fjárfestingafélag þeirra sem stendur á bakvið. Já, en hún er ekki að koma hún er ekki að koma nýin núna. Það voru í hluthafa. Já, hún klárar dæmi núna, en hún var fyrir 1 ári síðan orðin stærsti hluthafinn í Dominos eða það hluthafi. En Birgir alltaf er farin út úr Dominos að sinni. Já, og Katrín Pétursdóttir, forstjóri Lýsis og mikil hérna vinkona Guðbergar. Hún er, Lýsi kemur það inn í þetta líka og þá er það Brim. Það er ekki bara fiskur, það er það líka þá... Ég er ekki vissum að það er Katrín persónulega, það er ekki Lýsi. Já, það er Katrín persónulega. Þá eru það að nota peningana núna hluta til sem þau fengu við söluna á Lýsi til Brims. Nú dregur ályktanir. Já, ég dreg ályktanir. Fólkið spyr, auðvitað verður að reyna að vangavelta. Fólkið spyr og hluthafaspjalli svarar. Erum við ekki góðir að sinni? Jú, þetta er bara ekki mjög gott. Heiðrún Jónsdóttir er á leiðinni í hús og það verður spennandi spjall við hana. Komið sæl og velkomin í þáttinn aftur. Hingaði komin góður gestur. Heiðrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í fjármála. Er það ekki rétt skiljumur? Í fjármálaþjónustu. Fjármálaþjónustu. Þetta er svolítið ég man eftir því að fyrsta viðtalið sem að ég tók við því. Þá varstu reyndar fyrir norðan, þú ert frá Húsavík. Jú, þá var ég búin að nýtekja við starfi hjá Kaupfélagi Eyfirðinga. Þið voru 2 þar á myndinni. Þar var með mér Ragnheiður Björk Guðmundsdóttir sem var markastjóri, ég var lögfræðingur og starfsmannastjóri. Já.
Og þetta var að ég til fyrsta viðtali sem ég var með í fjölmiðlum fyrir utan einhvern tíma á því góða blaði Degi og Akureyri fyrir ennþá fleiri árum. Ég var nú reyndar þetta blaðamaður sko árunum 85 til 87, þá voru við Sigurður sko, við erum gamli DFF menn sko, þá var ég beðin að fara norður og ég sagði þá eitthvað þess að þeir eru verið að senda mér í gúlagið sko, hvað hef ég gert af mér við að fara til Akureyri, þetta var gaman að vera þarna og einhver bestu árin. Veit ekki hvort að ég segja, en ástæða viðtalisins var svo að í sögu þessa gamla félags voru við Ragnheiður Björk fyrstu konurnar sem voru með titil framkvæmdastjóra í. Þannig að þá var félagi rétt, ég man ekki, hvað var gammalt, 120 ára? Já, síðan hefur náttúrulega orðið allskins, sko, heldur betur í þessu öllu saman framfæri vegna þess að hlutur kvennanna núna í framkvæmdastjórnum og bara atvinnulífinu stóraukist. Já, það reyndar hallar ennþá konur í framkvæmdastjórnum en alls ekki eins mikið í stjórnumfélag og núna þetta reyndar orðið þannig að þessi klásula jafna kynjaskiptingu Kvótan, 40%. Já, hún farin að vernda ykkur karla þannig að ég ætla bara að byrja ykkur núna oft verið að berjast kvennasætin þannig að ég ætla nú að ráðleika ykkur körlum bara að hafa ykkur hæga og vilja bara halda í þessan góða kvóta. Það fyrir að reyna á þetta gagnast okkur. Engi sá það fyrir, þannig það norðið. Herru, þú ert heldur utanum, er ekki 40 fyrirtæki sem tilheyra samtökum? Það eru 25? Það eru 25, já. Heyrðu, en það er bankarnir og bankamarkaðurinn og fleira. Það var nú mikil ráðstefna daginn sem var það hvernig var megi bæta hlutabréfamarkaðinn og stækkun og fleira. Og það voru nú ýmislega tillögur þar sem komu. Var ekki skattahægræði meðal annars? Jú, það voru nokkra tillögur. Ég ætla að byrja kannski að nefna þessi ráðstefna. Við heldum hana með Nasdaq sem held upp á 40 ára afmæli, þannig að það var nú alveg vel þess virði að svona á þeim tímamótum að vera með góða ráðstefnu. Við vorum að reyna að finna leiðir til að efla hlutabréfamarkaðinn og við fengum Daða ráðherra til að opna og hann meðal annars talaði skattahagræði og... hann heldur hann sé til í það? Kom fram hjá honum hvort hann sé til í það kom með gamla góða skattaafsláttina? Hann ræddi það svo sem ekki mikið. Hann var að hins að velta upp leiðum sko til að jafna tap og hagnað og þú getur dreigið ef þú tapar einstaklingar fá sama tækifæri og fyrirtækin í þeim efnum. En hann gaf að sjálfsögðu ekkert loð þar en hann var svona bara að fabulera með það. Þarna var jafnframt líka seðlabankastjóri Ásgeir Jónsson með mjög gott erindi og Hafsteinn Þór Hauksson hjá Kviku, hann kom og hann fjallaði mikið sparnaðarreikninga sem við kannski förum að. En svo var líka Magnús hjá Kauphöllinni og líka forstjóri Kauphöllinnar í Stokkólmi. Vel hefnir ráðstefna, er það ekki? Alveg, fór alveg fram úr væntingum. Það voru yfir 400 manns í sal og 1450 í streymi, þannig að þetta var bara áhugavert. Þetta er tímabæri umræða held ég að styrkja og þetta snýst alveg, við höfum mikið rætt það hér og við kynnum okkur gjarnan sem að fulltrúa litla hluthafa. Við erum frekar lágvaxnir þetta passar vel. Það kemur að sjálfu sér. En sko það er þetta mikilvæga hlutverk að sé traust og styrkur á hlutabréfamarkaði og við erum stundum að skamma til dæmis þau félög sem er á markaði fyrir sitt upplýsingastreymi. Ég held að segja mjög mikilvægt að efla upplýsingastreymi og félögin sér duglega kynna hvað þau standa fyrir. En líka sko eins og ég tók eftir að koma inn á ráðstefnuna, það er þetta traust og Magnús Harðarsson hefur nú verið hérna hjá okkur og allavega í tvígang og þar eru við mikið að ræða það vegna þess að bankaáfalli hér á sínu tíma rýrði mjög traust almennings til þessa markaða. Þannig að það er enn verk að vinna. En ég held að sko, það er mjög mikilvægt fyrir sparnað í samfélaginu að fólk hafi trú á því að það geti fjárfest í atvinnulífinu í gegnum virkan og skilvirkan hlutabréfamarkað. Það sem skiptir öllu máli þarna er til dæmis þegar það eru útboð í gangi að þau fari vel fram og einmitt líka
að fólk sjáu svona ástæði til þess að fara inn í það er að segja að það borgi sig að taka þátt í hlutabréfakaupum. Það er mjög slæmt að það er of mikið af bréfum inn á markaðinn þannig að það lækkar og það þarf að horfa til allra þess að þátta. En ég hef alltaf sagt að trausti skiptir öllu máli að kemur að fjármálamarkaðin og auðvitað á öllum sviðum en ekki síst þarna og það sem við vitum öll að það tekur mjög langan tíma að byggja upp traust en það er bara eitthvað eitt atvik sem getur gert að verkum að traust falli og það er eitt af því sko, sem er ekki bara við hjá fyrirtækjunum, við þurfum alla daga að vanda okkur, alltaf. Það er aldrei, við höfum aldrei að gefa neitt afslátt á því, en þetta snýst líka sko, eftirlitsaðilana, opinbera aðila, bara, við berum öll ábyrgð á því að svona sé góð og traust ímynd og við vöndum okkur. Eitt af því til að skjóta það inn í að það hefur komið fram í máli hjá Benedikt Gíslasyni hjá Arion banka að þau fengu verri engun hjá Moody's fyrir 1 eða 2 árum út frá umræðinu bankakerfið og það var umræða frá ákveðnum þingmönnum og ráðherra meira að segja en það sem menn verða átt að segja að bankarnir eru að stærstum hluta í eigu íslensks almennings og það bara skiptir máli hvernig umboðsmenn okkar ræða þessa eign almennings. Eins og til dæmis þarna kemur þetta bara niður á kjörum. En ég kannski komin aðeins umfram úr ykkur. Nei, þetta er bara spjall. Þetta er spjall við litlu hlut. Þetta er mjög mikilvægt sko vegna þess að líka sko, ég er svolítið hissamúti sko, pólitísk umræða er oft með ákveðum ef þú ætlar að fara að byggja mat á einhverju gjöf á íslensku fjármálafyrirtæki og pólitískri umræðu í Íslandi, þá eru líka að skilja svolítið vel pólitíska umræðu í Íslandi vegna þess að þó að einhver segi eitthvað þá hefur það kannski ekkit sérlega mikla vigt í þeim skilningin að sé komið til valda í gegnum ríkisstjórnina. En þetta er auðvitað alltaf þessi áskorun að halda úti upplýstri og umræðu, gagnrýni umræðu eins og ég tel að við Jón séum að gera hér en sko við erum hins vegar leið telum við okkur vera að styrkja hlutabréfamarkaðinn með því að hafa hann til umfjöllunar og beitum svona gagnrýni umræðu en upplýstri leið vegna þess að eins og ég var að segja áðan hlutabréfamarkaðurinn verður líka að skilja það að hann þarf enn að vinna svolítið sína vinnu og halda úti upplýstri veita upplýsingar mun meira, svo ég segi það nú enn og aftur sko. Það er líka annað, þú kennst ekki að hérna en það er annað út af það ganga hlaðvörð að viðmælandi kennst ekki að viðmælandi kennst ekki að það var eitt af því sem við rættum hérna áðan varðandi sem kom fram á þessu ráðstefnu það ekki að almenningur ánáttúrulega, þú ert að tala núna trausti vegna þess að almenningur eigi þessu almenningur áauðvita í gegnum lífeyrissjóðuna sem eru jú með 40% af kaupöllinni þá á almenningur óbeint í fyrirtækjum. Já, sko, fyrsta lagi er eignarhlutur ríkisins verulegur ennþá þrátt fyrir að þeir hafa selt sig út úr Íslandsbanka, þá eru þeir alveg með Landsbankan. Og það er náttúrulega er bara beinlínis eign almennings og svo í gegnum lífeyrissjóð. Svo í síðasta útboði Íslandsbanka sem tókst vel, þar eru fyrst og fremst einstaklingar sem komu inn. Þannig að, en ég er ekki að tala það að það með ekki gaggrýna bankakerfi og gaggrýna benda á hvað betum að fara og veist, það þurfa allir aðhald, hvort sem það eru bankakerfið eða stjórnmálamenn eða aðrir, en bara ekki tala gegn betri vitund og nota ekki orðfæri sem myndir ekki vilja börni noti eitthvað, sko, þetta snýst bara smá reist líka, sko. Heyrðu, þá skulum við aðeins venda okkar kvæði í kross ef við getum orðað það svo og það er þannig að við erum búin að vera aðeins að ræða hérna sko, hvernig þetta styrkja og koma almenningi meira inn á hlutabréfamarkaðinn og styrkjan, en fyrir maður yfir í bankan og þetta rekstrarumhverfi sem er á bönkum hérna á Íslandi og það er sem sagt þannig að það eru nokkur einkenni sem einkenna íslensku bankana og þú hefur verið að ræða það. Kannski fyrsta lagi að íslenski bankar þeir eru tiltölulega litlir með að vera erlenda banka.
ekki tiltölulega heldur afalitlir. Já, og við erum held ég sko með einhverja, við getum kannski sýnt bara grafum það, hérna er sérkenni rekstrarumhverfisbanku í Íslandi og þar kemur, kannski næsta graf, Frosti, ef það væri, þarna, við skulum skoða þetta, Nordea-bankin er auðvitað svo stærsti á Norðurlöndunum, en þarna sjáum við í grafinu til vinstri að bankarnir eru Íslands, Arion Íslands og Landsbanki eru tiltölulega litlir. Já. Það sem skiptir máli þarna, því þegar við erum að bera saman þjónustutekjur og slíkt, að jafnvel þótt að séu við miklu minni, að þá eru við þessi 3 bankar samt kerfislega mikilvægir. Þannig að þeir bera alla sömu skildur og risastór bankarnir í Noregi. Þetta er svona einstaka sparisjóðir eða litli bankar á Norðurlöndunum, en það er ekki eðlilegt að bera saman þegar þeir eru ekki kerfislega mikilvægir og það er aðrar kvaðir þar á. Getum við sagt, hefur hún að íslensku bankarnir séu stórir fiskar í lítilli tjörn, eins og stundum við talaðum. Já, sjálfsagt. Þannig að við veit að kerfis hvað þeir eru vegaþungt. Og upphæðnar vegna þess að eigin féð eru þetta þess áttar sko að þegar þú ert að vera að borga til ríkisins sko, svo, við komum inn að það bara rétt og eftir, að þá eru þetta sko 8% arðsemi og eitthvað þess áttar er talsverð talað þetta. Þetta er náttúrulega fyrir almenning að hlusta alla þessa miljara, að þá skilum að vel að menn verði gagnrýndir á það og sérstaklega á sama tíma meðan stýrivextir og þeir eru og verðbólga að því að hvernig verður almenningu var við vextina, það er gegnum gíróseðla eða innheimtur frá böngun út á húsnæðislánu. Þannig maður skilur það algjörlega. Sko. Þessar fjárhæður og þegar er verið að tala að hagnað bankana og arðsemi til ríkisins eða arðsemi og allt þetta. En það er líka eitt af því sem þið að verið að tala það er þetta Íslands álag. Segðu okkur aðeins frá því. Íslands álag var svona fyrst birt í hvítbókinni fjármálakerfi sem var 2017-18. Já, 2018. Já. Og það er í raun og veru mjög þarft rit og eldist betur heldur en margmanna. Og þar er mitt komið inn á það sko að selja bankarnir. Já, og það er almennings. Já, ef ykkur leiðist í jólinn, gætu alveg rifið íslagt í henni. En Íslands álag, það er meðal hans smæð kerfisins. En svo er það líka, við berum hæstu skatta í Evrópu og við erum með þrennskona skatta meðan víðast hvar, ég ber okkur sérstaklega saman sko við Norðurlöndin og sumir eru með eina skatta eða tvenna, en við erum með þrenna, frekar en ekki neitt. Og þannig að svo var það líka, við erum með hæstu eiginfjárkröfurnar. Eiginfjárkröfurnar eru svona hugsað sem buffer til þess að minnka áhættu í kerfinu og látið það vera þó að sé þá eitthvað hærra, en þetta er það mikið hærra. Þannig að það er í raun og þessi Er ykkur gullhúðin í því, finnst þér? Það er stundum verið talað það ekki, við höfum gert þetta viljandi að vera með strangari reglur. Já, gullhúðin ákast ekki alveg við þarna, en við erum sannarlega með meiri kröfur þarna heldur en annars staðar, en það er alveg hægt að kalla þetta gullhúðin með einum öðrum hætti. Hann kallar þetta blýhúðin, þessi þyngd í þessu. Já, og þetta er ekkert eitthvað verðmætt eða gull sem glóður, þetta er frekar eitthvað annað. Þetta er öfugt. En það sem hefur þó bæst við frá því að þetta kom, þannig sem eykur ennþá Íslandsálagið, ef við notum það orð sem er bara fínt orð sem kom fram í þessa hvítbók, að það er bindiskyldan. Hún fór á 2 árum úr 1% í 3%. Það er óvaxtaberandi bindiskylda. Hún er víðast hvar 1% í Evrulöndunum, til dæmis 0% í Finnlandi og þetta að sjálfsögðu hefur áhrif á reksturinn og samkeppnishæfni. Við verðum að passa við séum samkeppnishæf við okkar góðu nágranna. En hvernig, ef ég mætti spyrja þið sko í framhaldi af þessu hérna, að því að nú varst á fundi daginn og fjármálaráðherra þar og þú ert örugglega í góðum tengslu við stjórnmálin og aðra. Hvernig upplifur sérðu fyrir þér að þetta byggist á pólitísku vilja að breyta þessu? Hvernig metur landslagi þar? Til dæmis ef maður horfir á þá ríkisstjórn sem er núna, þá hefði maður nú haldið jafnvel sérstaklega Viðreisn, fjármálaráðherra, hefðu áhuga á því að breyta þessu að einhverju leyti og nú erum við komin
einum bílprós aldrei frá bankarhruninu Bankarhruninu komið bílprós það er 17 ár og sko, og þá veltum maður fyrir, eins og segið, það sem ég reyna að orða hvernig þú lest í landslæði, hvort að þú ert búin að nefna hér nokkur atriði sem að sum hver mætti nú alveg að skaðlausu fara að horfa til að breyta og lækka. Hvernig lestu viljan til að gera það? Ég myndi nú hafa svona hóla væntingar til þess að þetta sé að lækka mikið. Það er reynda Seðlabankinn sem ákveður eiginfjárkröfunar og bindiskilduna og það er ekkit síst það sem við erum að horfa til. Svona það sem að les frá þeim hef ég svona hólegar væntingar til en svo það skatturinn, það snýr sem sagt náttúrulega ríkisstjórninni og ég hef frekar trú að þeim að vera hægt að fá í gegnum sko aðra leiðir eins og með hlutabréfamarkaðinn og eitthvað slíkt en auðvitað skiptir samkeppnishæfni okkar öllu máli. Það skiptir máli að fjármálakerfið sé samkeppnishæft og það hafa einstaka lánveitingar farið úr landi einfallega vegna þess að þessi stóru fyrirtæki á stóru mörkum fá betri kjör. Og þá verðum við bara að vera opin með það að við vorum með ráðstefnu fyrir árið síðan sem heitir leið til að lækka vexti. Og þá fengu Intellicon til að taka þetta út og að því gefnu að þeir bankar, ef við værum bara komin á par við hinn Norðurlöndin með þessa þætti, þá var hægt að lækka vext 1%. Og þó með þeim fyrirvara að það náttúrulega hver og einn banki myndi taka ákvörðun hvað þeir gerðu með það, myndi greiða hærri arð til eiganda sem mestur almennings, myndi bæta mögulega þjónustuna eða myndi setja þetta í að lækka vexti en þá ef að bara venjulegt heimili myndi skulda 50 milljónir í húsnæðislán, þá væri það kannski það bil 500.000 ári sem það myndi spara þessu viðkomandi heimili. Þannig þetta skiptir máli. Þetta ekki bara við eitthvað að væla og eitthvað svona. Þannig þetta skiptir bara ákvæmlega miklu máli og líka að fólk átti sig á því. Þarna skýringin, þarna væri hægt að finna, þarna ein leið til að lækka vexti. En við svo sem erum ekki að berja á þessu, við erum bara að draga þetta fram til útskýringar. En þetta líka sko fyrir fjárfesta, við erum mikið að hugsa þá hérna, að sko nú ríkið hefur verið að selja frá sér Íslandsbanka og almenningur og lífeyrissjóður kaupa bankan og hann áfram, sko maður velti fyrir sér stefnunni hjá ríkið, nú það minnkað eignarhaldssitt heilan banka. Og menn hafa jafnvel væntingar að eitthvað verið gert með Landsbankan, það hefur oft verið rætt hér í þáttunum að allavega að skráan og annað slíkt sem við teljum að væri til mikill að bóta. En sko leið það ríkið aðeins að ákveða hvað ætlar að gera gagnvart þessum viðskiptavinum sínum sem kaupa bankana af þeim. Ætlar að halda áfram að skattleggja þá með þessum hætti og jafnvel að standi í vegi fyrir því að fjármálakerfið verði eins skilvirt eins og við sjáum í nágrannalöndunum, í samkeppnislöndum eins og þú ert að reyka. Eins og segja, þetta líka smæðin, en það sem eitt til að draga fram að við tekja eftir því að við Íslendinga höfum náð einnig mesti hagræðingu í kerfinu og ég myndi nú vilja að sjá að ríki færi á fullu í það að ná fram hagræðingu svona heilt yfir að þau minnst nú frekar ríki vera að bólna út heldur en að draga saman og talandum að fara vel með opinbert fé sem dæmi. En sko við hefum náð mjög miklum árangri í hagræði og það fyrst og fremst út af sjálfvirknivæðingu og tæknivæðingu. En að því við erum að bera okkur saman við Evrópu, þegar ég sit á fundum með Evrópsku bankasamtökunum, þá höfum við bara verulega áhyggjur af samkeppnishæfni Evrópu líka, gagnvart Bandaríkjunum og gagnvart Asíu og þá erum við komin að regluvæðingunni, að við erum alltaf bara að kafna úr regluflóði frá Evrópu og hvað þá svo eða bætist við gulllega blýhúðin eins og við lifum í reglugerða samfélagi. Já, þetta er auðvitað þekkt braut bara svona að virðist fylgja þróuðu samfélagi að þróast yfir í bírokratísk og skriffisku samfélag og reyna að taka alla áhættu eða eitthvað ófyrirsíð út úr kerfinu sem að endingu verður að blí skó. Þetta er við fannum að tala blí skó? Nei, þetta er
þetta alveg þekkt braut, sko, þannig að stjórnvöld verður að vera meðvituð þetta bara val að vera þarna, þetta val, við getum haft þetta öðruvísi. Heyrðu, mér langar aðeins að við byrtum hér aðeins á skjáin og ræðum aðeins þetta þá betur þetta sem við erum að tala núna varðandi skattana. Við erum með graf hérna sem að þú hefur verið búið til og við skulum bara fara í gegnum þetta. Við höfum talað þetta að sérskattar á íslenska banka, þá höfum við Sigurður kallað þetta veiðigjöld bankakerfisins. Við höfum notað það orð, þetta eru skattar sem koma ofan á hefðbundna skatta. Tilteknar atvinnugreinar sem fá auka skatta. Fá á sig auka skatta. Og hér þetta, og við sjáum það, að þannig þetta sundurliðað. Það svo kallar fjársýslu skattur upp á 5,5%. Það er mikrofónu, Jón. Já, og það þarna, og sérstakur fjársýslu skattur til viðbótar 6%, sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki og eftirlitsgjald og allt þetta, og þá sérðu þetta er það sem þú ert að tala það er þessi veiðigjöld fjármálakerfis. Já, og það er ekkert eins og við byrjum okkur saman við norsku fjármálaveiðigjöldin. Við fyrir út í það. Við byrjum mun meiri þingsli þarna heldur en norska kerfið. En það, sko sérstaklega því það var nú eitt skattur sem var lagður á eftir hrunið og átti að vera bara fram að því að væri búið að borga upp tjóni sem varð vegna bankarinsins. Það var skýrsla sem Hersir og Ásgeir settu fram minni. Seðlabankastjóri. Já, Ásgeir Jónsson. Hersir, er hann ekki líka starfsmaður í Seðlabankar í dag? Sigurgeirsson, hann er minnst upp í háskóla, ég er ekki alveg viss. En hann er minnst þeir eru mjög fróðir þetta og deildir myndi ég telja. Að þeir eru tóka fram 2016 var bankakerfið búið að greiða þetta nú þegar. Já, 2016. Já. Framlag þá ríkisins til bankakerfisins eftir bankahrunið. Já, þannig að forsendur fyrir þessum skatti hefðu þátt að eru þá í raun og veru bara brostnar. Þetta er bara, ef þú greiðir þína skuld, ef við setjum við í það samhengi, að þá nú alveg væri það nú bara góð gjöf til þjóðarinnar að lækka þessa skatta. Já, ég hef nú, en það er annað, við erum búin að vera að horfa þetta hérna, þessa skatta, það eru 22 miljardar sem að þú ert búin og þið eru að presentera þetta, en það er líka annað sem hefur verið rætt mikið og það er það sem við komum kannski inn á áðan og það er einhver meiri hagnaður eða einhver meiri arðsemi innan bankana miðað við aðrar atvinnugreinar. Og þið hafi verið að segja sem svo og við eigum graf hér sem að þú er frá þér reyndar. Það reyndar taka fram þetta sem 23. Já, en þarna kemur fram allavega að miða við aðra atvinnugreinar þá eru þið eru gula súlan þarna sem er með 8% á meðan að byggingarstarfsemin er með 23%, Heiðrún. Já, þetta er á 2018-23 og það sem þarna eru náttúrulega bara að horfa á arðsemina. Arðsemi við komandi atvinnugreinar. Meðan náttúrulega það sem sumir eru að horfa á er hagnaða töluna, það er náttúrulega verið að horfa til þess mikla eigifé sem er í bönkunum. Þannig og þetta er það viðmið sem er verið að horfa til þegar við erum að tala fjármálakerfið. Eins og segir þetta þó fyrirverð sem 23 þannig eitthvað gæti hafa breyst en þetta er samt 6 ára eða 5 ára tímabil þarna og það er líka eins og þú segir eftir því sem eftir því sem eigið fyrir hærra stabbin er hærri þá er þetta alltaf erfiðara það er erfiðara að ná 10% ávöxtun á mjög háa fjárhæð eða kannski læri það er kannski allt annað dæmi en það er sama meiði en þetta eiginfjárhlutvall sem þú ert að tala um það er því að við presentera það sem 14 það er raunverulega það ekki 22 er það ekki rétt skilja á mér er ekki bara 14% eigið fyrir sem að er sem viðmiðun sem að það er talað að þessu mikið eigið fyrir í bönkunum. Já. Það kemur meðal út frá eigin fjárkröfum bindingu eigið fjár hjá bönkunum. Og ef það væri einmitt hægt að lækka það, en auðvitað er þetta svona ákveðin buffer en þetta er samt langhægst hér,
Þannig að þá væri í raun og hægt að mögulega að greiða arð til hluthafanna eða koma fram með öðrum hætti að bara hver og einn banki sem myndi taka ákvörðum það og sjálfsögðu ekki ég. En þarna, og þá væri í raun og veru líka auðvildar að ná hærri arðsemi á þá fjárhæð. Svo líka náttúrulega annað sem að binda, það þessi óvaxtaberandi bindiskylda sem Seðlabankinn hækkaði úr 3% sem varst að tala um áðan. Og það munar það þegar ef þetta þannig að hluti af þínu sparnaði þyrfti að vera inn á bók með 0% vöxtum í staðin fyrir vaxtastígi sem væri í landinu hverju sinni. Sko. En bindiskyldan, hún í rauninu var hér líka í kringu 1978 til 80 þegar allt var hérna líka í hruni, svo getur við sagt. Þegar að óðaverðbólga sem var ekki muni eftir, en þá var verið að tala um það að bindiskylda hún var talsvert þærrið þá, en hún sett í rauninu á sem sko tæki til þess að ná niður verðbólgu, það að segja að þið geti þá, eða bankarnir geta með því að binda 3% af þessu, þá geta þeir ekki lána nema taka peningur umferð. Það er ekki sagt að fóðra verðbólguna ellegar. Þannig þetta hugsað. Já, ég held að það sé ekki, eða þetta alveg með lagastuðningi, sko, en þetta, en við verðum þá líka bara að gera okkur grein fyrir allt þetta hefur áhrif. Það bara þannig að þetta mannanna verk og það hægt að gera breytingar. Og þetta eins og betur á, Seðlabankinn skýrir þessu, en svona, það alltaf gaman að rýna í hvað menn hugsi í Seðlabankanum. Hvernig sérum fyrir þér að þarna getur orðið breyting svona með að við fjármála stöðuleika skýslunar eða hvað það sem þeir hafa verið að... Þetta hluti að... Sko, ég ætla ekki að reyna að lesa í þeirra huga eða í kristalkúluna, en auðvitað myndi maður vilja sjá að þetta myndi færast nær því sem gerist bara í okkar nágranna löndum. Þannig að það engin spurning. Heyrðu, gamalt kjörorð hérna í gamla daga, græddur geymdur eyrir. Þetta var svona auglýsing sem var, held ég veit ekki hvort að sparisjóðni voru með þetta. En þetta var bara málsáttur. Í þínu erindi hjá Gallup, þá talar þú sparnað Íslendinga. Já. Það sem kom mjög skemmtilega óvart, stundum að fær maður skemmtilega fréttir, að það að 69% þjóðarinnar leggur eða með reglubundin sparnað. 69% þjóðarinnar? Já, ef þú hlustar stundum á fréttir myndir ekki endilega ætla það að 69% þjóðarinnar hefði afgangið. Það ákaflega mikilvægt og bara ánægilegt fyrsta lagi að ráðstöfunar tekjur að þá sparnaður umfram það sem birtist í gegnum lífeyrissparnaður. Já. Þetta er ekki þvingaður sparnaður. Nei. Og það nefnilega málið að þegar við Íslendingar erum með einna hæsta hlutfall sem fer inn í lífeyrissparnað og við líka með sjóða, við byggjum upp sjóði en ekki bara með gegnumstreymi kerfi eins og mörg ríki. Þannig að þetta það sem einstaklingar ná að spara og þetta hefur ekki, þegar Gallup byrjaði að mæla þetta 2007 og þetta hæsta viðmið sem hefur verið. Þannig að ég bara mjög... Ég finnst þetta glæsilegt. Já, mér finnst þetta bara mjög jákvætt og kemur mitt alveg inn á þetta, það mjög há laun á Íslandi, vissulega dýrt að lifa á Íslandi en það í sjálfsögðu alla tölur sem benda bara til þessa í alþjóðlega samanburði þá erum við bara í... þetta herri tala 69% heldur í öðrum löndum? Ertu með eitthvað samanburði? Nei, ég tók það reyndar ekki saman en mér til gamans að þá eru konur duglegri að spara og leggja... Vaxín og húsmóðurinn? Og ekki sér einhvern að tala um húsmóður? Nei, vegna þess að konur, eins og þú sagðir, við sögðum í upphæfið þessa samtals, núna eru konur konar miklu meir inn á vinnumarkaðan og konar í stjórnendastöðu. Já, bölva vesinn á okkur. en hins vegar Stýra landinu. En hins vegar eru karlar líklegri til að eiga, sem sagt, í hlutabrifum og þá líka skuldabrifum. En svo ef við skoðum rafmyndir, þá það aukast að þá svona ekki verulega munur á körlum og konum sem eiga í rafmyndum.
Það er eins og verulega munur í aldri að fólk undir 40 er líklega til að eiga í rafmyndum heldur en að Já, ég get ímyndað með það heldur en við sem eldri erum. Já. Þeir tölur hvað Íslendingar eiga mikið í rafmynd. Er þetta ekki svolítið erfitt að halda utanum? Jú, sko, þetta er náttúrulega könnun frá okkur, ég minnst að það er ekki með það alveg að ná taktinu. Það er svolítið eftir þetta verið sparnaðarform og eins og þú segir, yngra fólkið hefur mikið meiri áhuga á rafmynd og þekkir það miklu betur, sko, þegar þetta er auðvitað pílítið framandi fyrir marga. Ég held að það sé ákveðlega mikilvægt að bara, þegar fólk er að fara í sparnað, að fara rjúka ekki með allan sem sparnaði í einhvern einn pott, heldur svona dreifa því. Dreifa áhættunni. Já, við konur erum alltaf aðeins áhættufælnar en þið karlar. Já. Nei, það er sagt að það er að fara með fé eins og bóndin fer með skítinn þegar hann er að bera hann á. Já, dreifa, sko. Það er dreifa áhættunni. Trausti skiptir mestu máli? Trausti skiptir ákaflega miklu máli og við þurfum öll að hafa það í huga í öllum okkur verkum. Já. Heyrðu, og við spörum þrátt fyrir allt og það er traust, það eru skattar sem það er hægt að gera ímistið. Það er mannanna verk mitt. Já. Heyrðu, eru við ekki komin með þetta? Ég held að það eru bara mjög þakkláttur fyrir að fá frábært að fá þig hingað og góðu yfirferð. Og ég að loka orðið strákar. Það er bara mjög við þig. Heyrðu, já. En sko því að eitt af því sem átti að laga, mikilvægt að laga fyrir og var niðurstaða sem sagt á okkar málþingi eða ráðstefnu, það er að auka fjármálalæsi og þetta er eitthvað sem við höfum íðulega að tala eða fólk er spurt hvort það hefði viljað læra meira í fjármálalæsi er 90% ungmenna sem vilja læra meira í fjármálalæsi heldur en gerðu. Ég er nú bara þannig að við sendum ekki börnin okkar út í umferðina á sem kunni umferðarreglunar og mér finnst bara afar sorglegt að við sem að senda stóra hluta barn okkar út í lífið án þess að hafi grundvallar þekkingu í fjármálalæsi og þetta er besta leið til að jafna stöðu barna. Það er óþolandi að börn læri mismikið eftir bakgrunni foreldra og í hvaða skólahverfi þau eru. Ég þreytist ekki á þessari ræðu. Já. Vel mælt. Vel mælt. Herðu, er þetta ekki bara fín lokaorð? Þetta er fín lokaorð. Heyrðu, kæra þakkir og gleðileg jól. Heyrðu, bara takk fyrir mig og gleðilega hátíð. Takk fyrir komuna. Já, takk fyrir komuna.